Helgina safnahelgi á Suðurnesjum þar sem öll söfn á svæðinu verða opnuð landsmönnum. En einnig á sama tíma menningarvika í Grindavík. Við ræddum við menningarfulltrúa bæjarins það sem framundan. Ekki nóg framundan í menningarlífinu í Grindavík? Jú, nú að hefjast menningarvika. Hún byrjar núna 10. mars og stendur til 19. mars. Og það mikið og fjölbreytt menningarlíf sem býður Grindvíkinga og gesta þessa daga. Hverju megum við eiga von á? Eitthvað svona skemmtilegt sem munið breyta upp á öðruvísi heldur en kannski áður eða svona eitthvað frumlegt og skemmtilegt? Já, það svona bæði og. Við verðum verið með sýningar á myndlist, við verðum með leikhús sýningar, við verðum með viðburði sem krakkarnir að taka þátt í bæði heimamenn sem eru tónlistamenn og eins aðkomnir. Og það sem kannski það sem við erum að prófa svolítið núna, við erum að fókusera á orðið saga. Og þegar maður hugsa orðið saga þá getur maður velt fyrir sig hvort það sé mannkynssaga eða hvað það er. Það getur líka verið persónusaga, það getur verið legasaga ef maður vill. Og það svona þema vikunar. Og eitt af því sem við ætlum að gera að vera með kvöld í Gjánni. Þar sem Grindvíkingar, innfæddir og aðfluttir koma og segja sína sögu. Þeir eru frá öllum heimsins hornum. Og þeir ætla að koma með bragð frá sínum heimaslóðum og það verður kaffi og við gæðum okkur á meðan við hlustum á frásagnir þeirra. Og þið búin að ná að plateka fólki í það til að stíga á stokk og segja sögu? Já, við erum með alveg einstaklega duglega samstarfskonu mína sem búin að fara á milli manna og fá þá í lið með okkur. Og þetta verður vonandi stórt og skemmtilegt kvöld og forsetinn búin að boða komu sína þannig að þetta verður vonandi eitthvað sem við eigum eftir að muna og þá erum við líka að búa til sögu. Þetta ekki ósvipað að þeir eru stundum með á bryggjunni þegar við erum með kaffihúsi. Það mæta stundum svona einhverjir og sitja fyrir svörum og segja sögur. Já, það það að segja sögur svo óskaplega dýrmætt bara til að fá að kynnast og læra og fræðast. Ekki bara einhverja almenna hluti heldur líka fólkið sjálft og bakvið. Og þeir á bryggjunni verða með okkur í liði líka. Þeir ætla að fá Guðna Ágústsson og Jóhannes eftirhermu til að koma og vera eitt kvöld. Og þá getið þið rétt ímyndað ykkur, það verða einhverjar sögur sagðar. Og þá kannski erum við komin líka aftur þessu skilgreiningu á sögu, kannski slæðast einhverjar ýkjusögur eða legasögur eða eitthvað þar á milli með. Hvað finnst þér svona annars menningarlífið bara almennt í Grindavík? Það nokkuð öflugt? Já, það öflugt. Það má alltaf bæta. En Grindvíkingar eru miklu söngmenn sýnist mér og eru duglegir að skapa sjálfir og eru ekki alltaf að fá aðkomið. Það skiptir miklu máli og maður sé ekki alltaf þiggjandi heldur sem maður líka gerandi og mér sýnist þeir vera duglegir við það. Þú talar þessar sögur, þannig var þetta náttúrulega áður fyrir. Það voru bara inn á kaffistofum þar sem fólk hittist, þetta voru bara sögur. Núna höfum við internetið og sögurnar okkar eru að skapast einhvern veginn þar en þetta þessi gamla sagna hefð sem þið eru kannski að reyna að halda í núna. Já, og ég held að við mannfólki þurfum að vera duglegt við að halda í vegna þess og sérstaklega þegar samfélagið okkar að breytast svona, það að koma fólk til okkar sem getur átt rætur langt í burtu, að það getur verið óskaplega dýrmætt fyrir okkur að fá að kynnast í og það líka samfélaginu sínu sem það að setja í staði og það gerum við kannski einna best með að fá að kynnast fólki persónulega og persónulega nótum. Ef við snýjum nú kannski aðeins upp á hendina þar, hvað svona stendur kannski upp úr í þessum menningarviðburðum sem eru framöndan? Já, eins og segið, maður má ekki gera upp á milli barnanna sína, sko. En mér finnst spennandi að koma brúðuleikhús, þar sem það heitir Íslenski fíllinn og það verður sýning fyrir grunnskólakrakkana og leikskólakrakkana og það ókeypis leiksýning sem fjallar einmitt þetta samfélag sem að breytast og fólk sem að koma annar staðar að og ætlar að samlegast samfélaginu. Svo erum við að fá, og við erum svolítið mikið að leggja áherslu á börnin líka. Við fáum til dæmis Sprengjuköttu sem frægur vísindamaður og ofsalega duglega við að hvetja krakka til að leggja stund á vísindanám. Við fáum líka Sævar sem stjörnuspekulant mikill, þannig að hann ætlar að koma eitt kvöld, þannig að það fullt af alls konar.